Já, komið í sæl og verið velkomin með okkur upp í Reiðhöll þar sem við erum staddir á fyrsta af 4 mótunum í KEA mótaröðinni, hestaíþróttinni. Í kvöld verður keppt í fjórgangi og búist við mikilli spennu hérna í kvöld. Fullt af knöpum, fullt af áhorfendum og menn að tala að þessi spenna í loftinu. Við ætlum að kíkja hvort við finnum ekki fólk til að spjalla við og reyna að fanga stemminguna. Já, og við fengum hérna Baldvin Ara hérna til okkar aðeins og útskýra fyrir okkur hvernig mótaröðin svona gengur fyrir sig. Ekki rétt skilja hjá mér að 4 skipti sem keppt, 4 kvöld? Jú, þetta eru 4 kvöld og það keppt í 5 greinum. Byrjum hérna í kvöld á fjórgangi og síðan förum við í 5 gang eftir halva mánuð, síðan tölt og svo endum við þetta á smala og kappreiðum, skeiði. Og þetta bara nýstalegt fyrirkomulag sem búið að vera fyrir sunnan og í Húnavatnssýslum og víðar og við erum að taka það upp hérna og hérna þetta svona breytir þessu, hestakeppnin svolítið einstaklingskeppni, hver og einn í sínu horni eða svona og allir móti öllum pínu en nú erum við með lið, þannig að menn eru að hjálpast að og meiri stemming og það svona, já, skemmtilegt tilbreyting. Þetta mót, þetta sterkt mót? Já, ég meina, sko það eru 2 flokkar, meira vannir, minna vannir, nei 3, meira vannir, minna vannir og svo 17 ára og yngri og það er náttúrulega bara atvinnu knappar í meira vönum og hérna, jú, það eru þrælgóði knappar í minnavönum líka sko. Þannig að, þú veist, svona júppar eins og ég eru bara með til að prófa. Hvernig svona rútínan þín á degi sem þú keppir? Það þarf náttúrulega að undirbúa hestinn, passa að hann sé bara rétt fóðraður og allt þetta og maður þarf að þrífa og hreinsa og pússa á öll keppnistólin. Svo er bara að koma sér á staðinn og vera klár. Þið erum alltaf svolítið flott dressaðir. Já, við reynum að vera það líka, það verður að vera með. Hvað það sem að fær fólk til að keppa? Þetta bara sporti, þetta all. Þegar maður komast í í þetta sport og þá þetta bara aðallinn. Og mikið góðum félagskap í kringum þetta og svona? Já, alveg klárlega. Við höldum út í síðu hérna fyrir Breiðholt, hverfið hérna hinum einn og það mikil virkni og fólk búið að vera að fara í hópreiðir og búið að gaman að þessu. Þetta félagskapurinn. Svo alltaf gaman að eiga flotta hesta. Og þetta ekki bara full vinna að eiga hest og í hesthúsi hérna í Akureyri? Jú, þetta 4-5 tímar á dag. En það samt eitthvað sem að gerir þetta þess virði? Já, það klárlega. Þessar skepnur, þetta bara æðislegt. Og hestaíþróttin hefur nú verið svolítið sumarsport hérna á Íslandi. Það lítur að vera gríðarlega gott að geta fengið svona mótaröð inn á veturnar og sérstaklega inn í svona eins og Reiðhöllinni hérna. Já, þessi Reiðhöll gjörbreytir okkar aðstöðu. Ég segi eins og mörg ár, ég nú búinn að vera í þessu ansi lengi og maður kynntist Reiðhöllum bæði fyrir sunnan og erlendis og manni leið hér fyrir norðan eins og sundmanni án sundlaugar. Maður svona sprikla á landi, það var engin aðstæða. Í dag þetta þannig að hér bara allan ársins kring, allt á fullu, kennsla, börn, unglingar, sýningar og þetta bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. En mikil keppni, eru menn keppniskap mikið? Það talast engin við á morgun sko, nema bara að rífast sko. Og yfir einkunnagjöfum og annað þá? Alveg brjálaður sko. Nei, þetta allt í góðu, þetta samt svona spenna og gaman. Já, það nú oft svona sem maður svona kipringur í mönnum en þó verður maður ekki mikið var við það en maður finnur svona ákveðna spennu í loftinu sérstaklega núna og eiginlega bara skemmtilegt af því að þetta er liðakeppni og þá virðist þetta hafa byggst upp svona býsna skemmtileg stemning í kringu þetta mót og virðist lofa góðu bara. Já, þá dagur að kveldi komin inn í Reiðhöllinni eftir að við kíktum á fyrsta mótið í KEA mótaröðinni. Hér var mikið fjör, fullt af áhorfendum og fullt af flottum knöppum og hestum og við hlökkum mikið til að koma hérna eftir 2 vikur á mót númer 2 enda gestiristni hestafólksins mikil. Við þökkum samfylgdina, takk.